Lögreglan rannsakar að minnsta kosti eitt mál sem tengist svokölluðum 764 hópum, netsamfélögum sem fá börn til ofbeldisverka. Yfirlögregluþjónn segir ekkert þessu líkt hafa sést áður hér á landi. Bandaríkjaforseti telur vopnahlé á Gaza enn í gildi. Hann segir að Hamas-samtökunum verði útrýmt fari þau ekki eftir ákvæðum vopnahléssamkomulagsins. Ísraelar hafa drepið hátt í 100 á Gaza síðan vopnahléið tók gildi. Moskítóflugur fundust í fyrsta sinn á Íslandi í síðustu viku. Prófessor í vatnalíffræði segir líklegt að þær séu fleiri. Tegundin geti lifað af veturinn í kjöllurum og útihúsum, þar til hún láti til skara skríða næsta vor. Ég hafði vonað að þetta myndi ekki gerast í minni lífstíð. Innbrotsþjófarnir sem stálu ómetanlegum gersemum úr Louvre-safninu í París hábjartan dag í gær ganga enn lausir. Íslenskir kvikmyndagerðarmenn taka þátt í að svipta hulunni af leynilegri norðurpólsvör geimfarans Neils Armstrong og göngugarpsins Edmunds Hillary fyrir 40 árum. Sonur Armstrong segir að látinn faðir hans yrði stoltur af verkinu. Komið þið sæl. Íslensk lögregluyfirvöld hafa síauknar áhyggjur af samfélögum á netinu sem herja á börn og ungmenni á samfélagsmiðlum og ginna þau og kúga til ofbeldisverka. Að minnsta kosti eitt mál af þessu tagi hefur komið upp hér á landi og varðar hóp sem kennir sig við póstnúmer stofnandans 764. Fjölmörg mál tengd svokölluðum 764 hópum til rannsóknar hjá lögreglu víða heim. Hóparnir starfa á netinu, þeir undir stjórn fullorðina eða stálpara ungmenna sem herja á börn og unglinga, öðlast traust þeirra og ginna þau síðan til kynferðislegrar og ofbeldisfullrar hegðunar, gjarnan sjálfskaða. Samskiptin eru oft á samskiptamiðlunum Telegram og Discord eða gegnum tölvuleik eins og Minecraft og Roblox. Þá leita skipulega nýjum fórnarlömbum á spjallsíðum, þar sem börn óska eftir aðstofi til dæmis andlegum erfiðleikum. Ofbeldi gegn dýrum eða þeim nánustu, jafnvel systkinum, og þessi hópar hafa meiri sig að vera að færast yfir í það að reyna að fá ungmenni til þess að fremja jafnvel enn meiri voðaverk hvort fleiri einstaklingum eins og hryðjuverk. Við höfum kannski ekki verið að sjá þessa raunverulega nálgun með svona skýrum hætti. Og börnin eiga síðan að senda myndefni af ofbeldinu oft í beinu streymi. Og fyrir það fá þau umbun, stundum í formi viðurkenningar hópsins, stundum þeim greitt í rafmynt. Hafa svona mál komið upp hér á landi? Við höfum verið að skoða minnst eitt tilvik sem við teljum að geti tengst þessu. Þú segir að minnsta kosti eitt grunur að þau geti verið fleiri? Við höfum ekki getað útilokað það, en við erum svona allavega, sýn okkar á eitt tilvik. Hvað gerist þar? Af því að við erum bara að tala svona lítið, þá hef ég ekki viljað fara nákvæmlega ofan í það, en það svona ofbeldisþáttur líka. Og var þá sá sem fékk viðkomandi til að fremja ofbeldið hér á landi eða einhvers staðar annars staðar? Hann annars staðar. Þetta tiltekna mál kom upp fyrr á þessu ári. En nú geta einhver spurt sig hvernig getur einhver ókunnugur sem barn og ungmenni hefur aldrei hitt fengið það til að gera svona hluti? Og það bara mjög eðlilegt að spyrja sig að því, hvernig getur það gerst? Og þetta raunverulega bara með markvissum hætti sem að þeir ná trausti. En hvaða merki gætu foreldrar séð að barnið að sé hluta svona hóp eða fórnarlamb svona hóps? Það eru nú nokkur merki nokkur svona einkenni sem menn hafa verið að vísa til. Það náttúrulega auðvitað hugsanlega þessi sjálfskaðar. Það þessi mikil þráhyggja varðandi einhverja nýja vini sem á netinu og það snýst raunverulega allt það eftir einhvern ákveðin tíma. Það ákveðin svona öfgahyggja sem kemur þarna fram. Þá förum við út í heim. Bandaríkjaforseti segir að vopnahlé haldi enn á Gaza þrátt fyrir að Ísraelsher hafi drepið hátt í 100 síðan það tók gildi 10. október. Ísraelar gerðu meðal annars árás á tjöld flóttamanna í suðurhluta borgarinnar Khan Yunis í gær. Þar var fjöldi fólks drepinn. Herinn ber fyrir sig að Hamas-liðar hafi drepið 2 hermenn í borginni Rafah og þannig rofið vopnahlé.
Hamas-samtökin sögðust ekki vita af skærum þær í gær. Trump segir að mögulega hafi leiðtogar Hamas ekki ætlað sér að gera árásir og að uppreisnarsækir hafi tekið málin í sínar hendur. We want to make sure that it's going to be very peaceful with Hamas, and as you know, they've been quite rambunctious. They've been doing some shooting, and we think maybe the leadership isn't involved in that. Some rebels within, but either way, it's going to be handled properly. It's going to be handled toughly, but properly. Is the ceasefire still in place? Yeah, it is. Og Palestínumenn á Gaza segja að Ísraelsmenn skjóti á þá, farið þeir yfir hina svokölluðu gulu línu sem á að marka yfirráð Ísraels á Gaza. Lína þessi var mörkuð með gulum steipuklumpum víðsvegar í morgun. Herinn ræður yfir helmingi Gaza eins og Hjálpargögn áttu að streyma inn á Gaza þegar vopnahlé tók gildi. Hjálpargögn berast en þó ekki í þeim mæli sem þörf krefur, segir Palestínuflóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna. لازم يكون في خوف من الأيام الجاية ما دام الأمور ما انحلتش ولسه الأمور في خط أصفر في خط أحمر وفيش انسحاب إسرائيلي طبعا لازم نكون متخوفين. احنا بنبطل نخاف لما يصير انسحاب إسرائيلي يرجعوا للحدود الأولانية. نرجع غاد نحس في أمان، ما فيش أمان مش عيش اللي عايشينها هذا. والله ما هي عيشة يعني قتلوا الناس ما صدق الناس رجعت وعاشت في خيام. Og eins og áður kom fram 10 dagar síðan vopnahlé tók gildi á Gaza í fyrsta þrepi friðarsamkomulags Donalds Trump. Það sem nú tekur við annað þrep samkomulagsins sem kveður á stjórn yfir Gaza. Fela á ópólitískri stjórn Palestínumanna yfirráð á Gaza. Sú stjórn myndi reka Gaza frá degi til dags og lúta af yfirráðum friðarráðsins svokallaða þar sem Trump situr sem formaður. Tony Blair, fyrrverandi forsætisráðherra Breta, og einnig að koma þar að. Hamas-samtökin hafa stýrt Gaza frá 2007. Takist að innleiða þetta annað skref friðarsamkomulagsins myndi því nærri 2 áratuga stjórn þeirra taka enda. Samtökin eru tilbúin til þess en vilja ekki gefa vopn sín upp á bátinn. Nokkuð sem sérfræðingar telja að geti rekið frekari friðarviðræður í strand. Og þá hingað heim. Hlýnandi veðurfar gæti verið ástæða þess að moskítóflugur hafa fundist hér á landi í fyrsta sinn, segir vatnalíffræðingur. 3 fundust á 3 dögum í Kjós í Hvalfirði í liðinni viku. Þessar flugur fundust í Kjósinni. Hérna karldýr og hér eru svo 2 kvendýr. Okkur er sagt af sérfræðingum Náttúrufræðistofnunar að þessi tegund sé algeng í Evrópu. Hún pirrandi að því leyti að hún líkleg til að bíta en það síður líklegt að hún beri með sér sjúkdóma. Tegundin frekar stór. Hana má finna í allri Evrópu og hún bítur fólk, fugla og dýr. Hún getur borið með sér veirusjúkdóma en prófessor í vatnalíffræði segist ekki hafa heyrt það í Norður-Evrópu. Tegundin þolir kulda betur en margar aðrar og finnur sér skjól yfir veturinn. En svona norðarlega eins og hér þá leitar hún í kjallara, í ris, í útihús og annar staðar þar sem hitinn yfir frostmarki. Og þannig lifur hún sem fullorðin fluga yfir veturinn. Þetta við getum haldið áfram lífsferlinu næsta ár. Og líklegt að það sé að gerast núna? Finnst það ekkert ósennilegt. Að finna 3 flugur á 3 dögum bendi til að sé nú eitthvað aðeins þannig í nágranninu. Skordýr áhugamaður fann flugurnar heima hjá sér í Hvalfirði. Hann hefur þó ekki enn verið stunginn. Handan við fjörðin Grundartangi þar sem uppskipunarhöfn. Hún gæti hafa borist með skipum. Oft berast þessi skordýr með flugvélum og skipum. En af hverju núna? Gísli Már segir að skordýrategundum hér hafi fjölgað hratt á síðustu 3 áratugum. Það gæti verið bara tilviljun að hún barst núna en ekki einhvern tímann fyrr. En það gæti líka verið að það hefur hlýnað. Það sennilega ein af ástofanum að fjölgunin af skordýrategundum miklu hraðari núna en verið áður. Þannig að það sé hentugri skilyrði að koma til landsins og setjast hér að. Nú hefur þú verið að vasast í þessi málum frekar lengi. Hvernig að heyra að þessi komin moskítófluga hingað til lands í fyrsta sinn? Það kom mér ekki óvart. Ég hafði vonað að þetta myndi ekki gerast í minni lífstíð. Af hverju? Af því við eigum sumarbústaði í Kjósinni og ég hugsa að hún verði þar fyrst. Og mér finnst moskítófluga bit ekkert góð. Þó að setja venjast þeim eins og öllu öðru. Næstu vinnustöðun flugumferðarstjóra sem átti að vera í nótt hefur verið aflýst. Frá þessu greindi Arnar Hjálmarsson, formaður félags flugumferðarstjóra í fréttum Sýnar.
Næstu vinnustöðinni þar á eftir eru enn á dagskrá en félagið á fund með samtökum atvinnulífsins í fyrramálið. Og kjaradeilan kom til umræðu á Alþingi í dag og þar er Magnús Geir Eyjólfsson. Magnús Geir, hvað kom fram í umræðum dagsins? Já, Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, kallaði eftir afstöðu fjármálaráðherra í deilunni. Og spurði meðal annars hvort ríkisstjórnin ætlaði að grípa þar inn í. Eins og oft vill verða í svona fyrirspurnum, þá var kannski svör ráðherrans ekki mjög afgerandi. En þó, það mátti greina ákveðin tón. Eðlilega þá gaf hann ekkert hvort eða hvenær ríkisstjórnin ætlaði að grípa inn í, en hann aftók það heldur ekki. Þvert á móti þá mætti allt eins túlka svör hans á þann veg að ríkisstjórnin væri tilbúin til að grípa inn í. Við skulum aðeins skoða hvað fram fór í þingsal. En sagan sýnir að ágreiningur á þessum vettvangi kemur reglulega upp og getur haft víðtæk og alvarleg áhrif og þess vegna aðkallandi að ráðast í breytingar. Það er ekki eðlilegt ástand að leggja þurfi fram lagafrumvarp á heila starfsstétt til þess að aflétta verkfalli. Þetta málefni sem að ríkisstjórnin fylgist mjög grannt með. Þingheimi ljóst að það hefur komið upp á í sögunni að gripið sé til aðgerða og þá það gert með stuttum fyrirvara þegar að staðan metin þannig að ekki sé annað fært en að grípa inn í. Kannski rétt að árétta að formaður félags flugumferðarstjóra heitir Arnar Hjálmsson. En Magnús Geir, hvers vegna ætti ríkisstjórnin að setja lög á þessa kjaradeilu? Já, stjórnmálamenn hafa alla jafna forðast það í lengstu lög að blanda sér inn í kjaradeilur. En ráðherra sagði líka í svari sínu í dag að þegar miklir hagsmunir meiriháttar hagsmunir væri undir, þá væri það réttur og skylda Alþingis að fylgjast með. En svo þarf bara svona vega og meta hverjir hagsmunirnir eru. En líklega ráðherra bara með þessu að setja ákveðin þrýsting á samninganefndirnar að láta vita að þessi möguleiki sé svo sannarlega til staðar eða þokast ekkert í samkomulagsátt. Þú nefnir meiriháttar hagsmunir. Hverjir eru þessir hagsmunir helst? Það svona, kannski svo við vitum, þá sendi Icelandair frá sér afkomu viðvörun í síðustu viku. Vinnustöðvunin á fimmtudaginn, hún kemur sérlega illa við Icelandair og hefur töluverða röskun á flugi. Svo það líka hagsmunir ferðaþjónustunnar. Það jú ekki nema innan við mánuði síðan Play varð gjaldþrota. Svo henni pólitísku hagsmunir. Það ekki mjög dýrt pólitískt að setja lög á þessa deilu. Það ætti að vera tiltölulega auðvelt að koma lögum þess efnis í gegnum þingið og svo alls óvíst að það veri sérlega óvinsælt hjá almenningi því að vinnustöðvunin boðuð sömu daga og haustfrí skólana að byrja og já, það eru margir á faraldsfæti. Og það eru fleiri verkföll á dagskránni. Kvennaverkfall á föstudag á eftir að valda talsverðri röskun víða í samfélaginu. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins verður til dæmis fáliðuð. Þar eru konur yfir 80% starfsfólks. Á 7. tug samtaka standa fyrir kvennaverkfallinu, hálfri öld eftir að það var fyrst haldið. Konur og kvár hafa verið hvött til að leggja niður störf allan daginn og halda á samstöðufundi út all land. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hefur tilkynnt að þar verði lágmarks starfsemi á föstudaginn vegna kvennaverkfallsins. Við höfum opið á öllum okkar starfsstöðum, við getum ekki lokað. En að sjálfsögðu náttúrulega verður starfsemin aðlöguð dálítið að því að það verður kannski fáliðað. Heimahjúkrun verður sinnt, heilsugæslustöðvar verða opnar en sjúklingum forgangsraðað. Já, ef þú þarft á lækni að halda þennan dag eða okkar þjónustu þá færðu hana. En ef þú getur beðið fram yfir helgi þá erum við þakklátt. Sigríður Dóra áréttar að fólk sem á fyrirfram ákveðin læknistíma þennan dag haldi honum. 86% starfsfólks heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins eru konur. Á Landspítala hlutfallið 80%. Þannig að þau eru það nauðsynleg þjónustuna að þau eru ómissandi og við reynum þá frekar að vekja athygli á því að þau eru ómissandi og við getum ekki sleppt þeim algjörlega úr vinnu. En auðvitað reynum við að hleypa þeim í burtu sem við mögulega getum. Stjórnendur Landspítala meta hvaða þjónustu hægt að draga úr til að starfsfólk geti tekið þátt í skipulagðri dagskrá. Svo lengi sem að kom ekki hamleggi eða dragi úr nauðsynlegri þjónustu sem við veitum. Nú þetta nauðsynleg þjónusta og eitthvað stætt á að í rauninni ekki skera niður en aðalega þjónustuna svo segir. Já, okkur náttúrulega stætt því mörg verkefni sem við erum með kannski geta aðeins beðið. Þannig að það bara það sem við munum gera. Við bara aðeins drögum úr og reynum að tryggja það að konur sem vilja fara til dæmis á þennan samstöðufund að það bara komist það. Þannig maður getur alltaf hnikað aðeins til verkefnum þó við
en það verður, þau hverfa ekki frá okkur. Ætlar þú að leggja niður störf? Ég geri fastlega ráð fyrir því. Ég fór á fyrir 50 ára síðan og rölti þá, það var nú bara menntaskólanir í bæ og rölti á Lækjartorg og ég held ég bara stefnaði að gera það sama. Lundúnalögreglan rannsakar hvort Andrés Prins hafi misbeitt lögregluvernd sem hann naut til að koma óorði á Virginia Giuffre sem sakaði hann að hafa nauðgað sér þegar hún var 17 ára. Sjálfsævisaga Giuffre heitinnar kemur út á morgun. Gera má ráð fyrir að Nobody's Girl rjúki úr hillum verslana. Fjölmiðlar í Bretlandi hafa þegar komast yfir handritað bókinu og birt alvarlegar ásakanir á hendur Andrési Prins til viðbótar við þær sem þegar hafa litið dagsins ljós. Barnaníðingurinn og auðkýfingurinn Jeffrey Epstein á að hafa kynnt Giuffre og Andrés árið 2001 þegar hún var 17 ára. Samkvæmt Giuffre var hún 3 sinnum látin sofa hjá Andrési, meðal annars í eitt skipti með Epstein og 8 öðrum stúlkum sem allar virtust undir lögaldri. Í bókinni segir Giuffre, sem stytti sér aldur fyrir á þessu ári, að Epstein og kærasta hans, Ghislaine Maxwell, hafi ítrekað boðið allskyns valdafólki aðgang að henni. Hún hafi oft mátt þola harkalegar nauðganir og óttaðist að deyja sem kynlífstræll Epsteins. Árið 2011 birti Mail on Sunday mynd af Andrési og Giuffre á þeirra fyrsta fundi ásamt Maxwell. Í aðdraganda þess á prinsinn að hafa nýtt lögregluvernd sem honum var veitt sem meðlimi konungsfjölskyldunar til að grafa upp eitthvað misjafnt Giuffre. Hann deildi meðal annars kennitölu hennar með lögregluverndafulltrúa sínu. Í Bandaríkjunum eru kennitölur fólks mikið einkamál, ólíkt því sem tíðkast hér á landi. Lundúnalögreglan hefur þetta til rannsóknar. Ef rétt reynist mun Andrés, sonur Elísabetar annarar og bróðir Karls III konungs, hafa nýtt skattfé til þess að reyna að þagga niður í konu sem sakaði hann barnaníð gegn sér. Þingmenn í breska þinginu segja ekki nóg að Andrés ætli ekki lengur að nota konunglega titla sína eins og tilkynnt var fyrir helgi, heldur verði að svipta hann þeim á fullu. Það er aðeins á færi breska þingsins og vilja þingmenn að lögum verði breytt svo konungur geti það með einu pennastriki. Atvinnuvegaráðherra voru í dag afhentar 300.000 undirskriftir þar sem stjórnvöld eru hvött til að banna blóðmerahald á Íslandi. Ráðherra segir hendur sína bundnar vegna málaferla grundvöll starfsleyfis Ísteka. 5 alþjóðleg dýraverndarsamtök og 2 íslensk stóðu að baki undirskriftasöfnuninni. Á Íslandi eru 4.000 blóðmerar á 90 bæjum. Blóðtökutímabilinu lauk í byrjun mánaðarins og nú er spurning með framhaldið. Þetta er gríðarlegt magn af blóði sem að tekið er úr hryssunum en þarna eru teknir 40 lítrar á einu tímabili úr einni hryssu og til þess að átta sig á því hversu mikið blóð þetta er þá er gott að vita það að íslenski hesturinn hefur að jafnaði ca. 25 til 27 lítra af blóði og þannig að þið sjáu það að þetta er gríðarlegur blóðmissir og hryssurnar eru að þjást. Alþjóðasamtökin segja blóðmerahald einnig valda orðsporshnekki fyrir Ísland. People worldwide are shocked that these farms exist. People travel all over the world to Iceland because of its wild beauty. But when they find out that there's these suffering on horseblood farms, it could prevent them from coming. Ísland er eina landið í Evrópu þar sem blóðmerahald er stundað, en það fyrirfinnst einnig í Suður-Ameríku og í Kína. But these are far below EU standards and actually all blood farms must be closed and Iceland must be the example in Europe to finish this bloody business once and for all. Blóðið er unnið af íslenska lyfjafyrirtækinu Ísteka sem hagnast 100 milljóna króna á ári hverju. Starfsleyfi Ísteka rann út 7. október. Fyrirtækið stendur í málaferlum sem snúast að geta sótt starfsleyfi á grundvelli landbúnaðarframleiðslu en ekki í vísindaskyni. En mynd þú beita þér eitthvað í þessu máli og verður blóðtaka næsta haust? Það fer algjörlega bara eftir því. Ég get alltaf ekki tjáð mig neitt það meðan málið er statt eins og það er. Hendur mínar sem ráðherra eru bundnar og ég get ekki verið að tjá mig neitt málið sem myndi gera það að ég væri að skapa mögulegt vanhæfi ef til þess kæmi. Það tók innbrotsþjófa aðeins 7 mínútur að stela ómetanlegum verðmætum og hraði sér burt úr lúrsafninu í París í gær. Ráðamenn í Frakklandi segja málið vandræðalegt. Þessir ferðamenn gerðu ef til vill ráð fyrir að þetta frægasta listasafn heims yrði opnað í morgunsárið, þrátt fyrir þjófnaðinn í gærmorgun. Ólíkt þjófunum gripu þeir þó í tómt.
I thought it was a joke, like, no, not possible, something like that happened. 3カ国ぐらいまではいるので、ちょっともしチャンスあったら見たいんですけど。Franska lögreglan setur þunga í rannsóknina en hefur enn ekki haft hendur í hári hinna seku. Þjófarnir íklæddir gulum vestum eins og iðnaðarmenn óku vespum og körfubíl með fram François Mitterrand-bryggju við suðurhlið Louvre sem snýr út að Signu. Þeir námu staðar hér við hið nýuppgerða Apollo-gallerí og notuðu körfubílinn til að komast inn glugga. Innan gesti stálu þeir svo verðmætum og hröðuðu sér út. Allt á aðeins 7 mínútum. Ces gens-là étaient déterminés, sans doute renseignés, et ils avaient un équipement qui paraissait sommaire, un plan incliné, une disqueuse. C'est pas forcément un gros investissement, mais ça peut rapporter gros. Þýfið verður ekki metið til fjár. Kóróna, hálsmenn og eyrnalokkur úr safni Maríu Amalíu, síðustu drottningu Frakka, og smaraðshálsmenn Maríu Lovísu keisarenju og konu Napóleons Bonaparte á meðal 8 muna sem ræningjarnir höfðu á brott. Í hamaganginum mistu þeir kórunu Eugene keisarenju Napóleons III. Hún lá eins og hvert annað drasl út á götu þegar lögreglu bar að og fregnir herma að hún sé þó nokkuð skemmt. Þjóðarstolt Frakka sært. Macron forseti segir ránið árás á menningarlega arfleið Frakka og heitir því að þjófarnir verði handsamaðir. Innanríkisráðherra Frakka segir greinilega stóran veikan blett á öryggiskerfum franskra safna og forseti frönsku þjóðfylkingarinnar, flokks Marine Le Pen, spyr hvort upplausn franska ríkisins ætli engan enda að taka. Mark Armstrong, sonur geimfarans Neils Armstrong, kynnti helgina nýja heimildarmynd ferð föður síns og fjallgöngugarpsins Edmund Hillary á Norðurpólinn fyrir 40 árum. Þeir stigu fyrstir manna á tunglið annars vegar og topp Everest hins vegar, en þetta nýlega vissi enginn af sameiginlegri ferð þeirra á norðurslóðir. Armstrong kynnti myndina á hliðarmálstofu ráðstefnunnar Hringborð norðurslóða. Hann hefur unnið að gerð heimildarmyndarinnar með afkomendum Hillarys og hópi Íslendinga. Þar flétta saman myndefni úr ferð brautryðjendana í apríl 1985 og svo ferð afkomenda þeirra á sömu slóðir í sumar. We'd like to take the opportunity to not only present this documentary and talk about what happened 40 years ago, but to talk about how it's relevant today and how the changes in the Arctic affect the planet on a global scale. So obviously here at the Arctic Circle Assembly, it's a perfect opportunity to talk about our film. Könnuðirnir Armstrong og Hillary höfðu tekst lengi og leyfðu gerð heimildamyndar ferðina með því skilyrði að hún yrði ekki sýnd fyrir eftir þeirra dag. Lengi var talið að efnið væri týnt, en það kom í leitirnar í lok síðasta árs. Fjölskylda Armstrongs ákvað að færa könnunarsafninu á Húsavík það að gjöf eins og marga aðra muni úr hans eigu. Upp frá því kviknaði sú hugmynd í samvinnu við Örlyg Hnefil Örlygsson, safnstjóra, að nýta það í gerð nýrrar heimildamyndar sem lið í baráttunni gegn loftslagsvá í þágu komandi kynslóða. Slíkt væri í anda arfleifðar þeirra félaga. I think if Ed and Dad are looking down on us, they are very pleased to see that we are using the opportunity to tell their story to do some good in the world. And that's our hope, is to really help educate the world and the public about these issues. Silfrið verður á sínum stað hér aðeins síðar í kvöld. Hvaða gesti farið til inn þessu sinni, Bergsteinn? Þingmennir Ása Berglind Hjálmarsdóttir, Ingibjörg Ísaksen, Ólafur Adolfsson og Snorri Másson verða gestir Silfursins í kvöld og þar af nógu að taka. Verkfall flugumferðarstjóra geti sett samgöngur úr skorðum, áformum Sundabrautar farin að taka sér mynd og valda titringi og Sigurður Ingi ætlar að hætta sem formaður Framsóknarflokksins sem að fara við þessi og fleiri mál núna á eftir. Missum ekki því, takk Bergsteinn. Áni kemur á Silfrinu, Kastljós á dagskrá. Urður, hvað ætlaði að bjóða upp á þar? Skólastjóri grunnskóla í Kópavogi skrifaði grein á Vísu helgina sem vakti mikla athygli, en þar segir hann að nemendur skólans beiti kennara ítrekað ofbeldi
og að kennari hafi oftar en einu þurft að leita sér læknisaðstoðar vegna ofbeldisins og það kemur einnig fram að hann þekki mörg álíka dæmi úr öðrum skólum sem sé jafnvel alvarlegri en þessi. Við ætlum að ræða þessi mál við Magnús Þór Jónsson, formann Kennarasambands Íslands og Sigurð Sigurðsson sem framkvæmdastjóri Heimili og skóla. Svo í lok þáttar þættum við annan Magnús Sigurðarsson, listamann sem að býr og starfar í Bandaríkjunum. Takk fyrir þetta, Urður. Og þá að veðri. Norðaustan kaldi eða stinningskaldi, einna hvassast á Vestfjörðum. Él eða slydduél fyrir norðan og austan en víða bjartviðri eða léttskýjað sunnan og vestan til. Hiti 1 til 7 stig á láglendi en víða næturfrost. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Dagur Kári Ólafsson, fimleikamaður, verður fyrsti Íslendingurinn til að keppa í úrslitum í fjölþraut á heimsmeistaramótinu í áhaldafimleikum á miðvikudag. Hann tryggði sér sætið í úrslitunum með flottum æfingum í undankeppninni í gær. Enn eru þjálfarabreytingar gerðar í bestu deildinni. Halldór Árnason hættur sem þjálfari karlaliðs Breiðabliks og Ólafur Ingi Skúlason tekur við. 32 liða úrslit bikarkeppni karla í körfubolta halda svo áfram í kvöld og það bein útsending frá Álftanesi, þar sem heimamenn taka á móti Njarðvík. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Lögreglan rannsakar að minnstakosti 1 mál sem tengir svokölluðum 764 hópum, netsamfélögum sem fá börn til ofbeldisverka. Yfirlögregluþjónn segir ekkert þessu líkt hafa sést áður hér á landi. Bandaríkjaforseti telur vopnahlé á Gaza enn í gildi. Hann segir að Hamas-samtökunum verði útrýmt fari þau ekki eftir ákvæðum vopnahléssamkomulagsins. Ísrael hafa drepið hátt í 100 á Gaza síðan vopnahléið tók gildi. Moskítóflugur fundust í fyrsta sinn á Íslandi í síðustu viku. Prófessor í vatnalíffræði segir líklegt að þær séu fleiri. Tegundin geti lifað af veturinn í kjöllurum og útihúsum þar til hún láti til skara skríða næsta vor. Innbrotsþjófarnir sem stálu ómetanlegum gersemum úr Louvre-safninu í París hábjartan dag í gær ganga enn lausir. Það var þessu lokið hjá okkur í kvöld og komið að íþróttum, veðri, kastljósi og silfri. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum í dag. Verið sæl og njótið kvöldsins.